Guðmundur Gunnarsson næstur á mælendaskrá, gjör svo vel. Já, takk. Það nú svona erfitt þegar maður skráir sér á mælendaskrána og það líða 2 klukkustundir þá maður kemst að. Nei, kannski ekki skipt með skoðun, heldur að maður ætlaði að fara að svara næsta ræðumanni sem maður skrifa niður þegar maður sig á listan. Nei, ég verð að taka undir það sem að síðustu 2 ræðumenn hafa sagt að ég er dálítið undrandi á ummælum nokkura hérna inni fyrr sem eru meira að segja í sérnefnd hvernig þeir hafa tekið til orða. Nei, sérnefnd. Þessar tillögur B-nefndar. Vegna þess að í sérnefnd þar er verið að fjalla einmitt alþingiskosningar, kjördæmaskipan og það er verið að tala það að efla þingræðið, efla alþingi þannig að það geti staðið upp í hárinu á framkvæmdarvaldinu og efla þingnefndir og hvernig þetta eigi að ganga fyrir sig. Umræður í sérnefndinu hafa snúist þetta að verulega miklu leyti og tekið mikinn tíma. Þess vegna finnst maður dálítið einkennilegt að heyra svo aftur tillögur sem ganga í raun og þvert á það sem er verið að tala Það er að segja þá sérnefndarmanna hérna inni og það sem við erum að tala inn í nefndinni. Þar er það kerfi sem við höfum verið að ræða og mér einhvern veginn skilist minnst að það sé að verða að skapast nokkuð sátt að kosningafyrirkomulagi verði með þeim hætti að það liggi fyrir strax á kosninganótt hver verði væntanlegur forsætisráðherra. Það hefur ítarlega komið fram í umræðum í nefndinni og þannig að efla þingræðið og þessi umræða hefur snúist það. Þingnefndarformenn verði öflugir og geti sjálfur sér sporna við setni við fæturnar þegar að ráðherrar taka eitthvað strik sem að ekki í samræmi við það sem búið samþykki af kannski aldrei borið undir alþingi. Það sé raunur alþingi sem ráði. Og þannig að þessi umræða sem að er að fara fram hérna akkurat núna, hún hefur farið fram í sérnefndina verulegu leyti. Og þá í kringu þetta fyrirkomulag sem við höfum verið að ræða. Hvað varðar önnur atriði, svo ég þarf svo sem geta endurtaka það sem hefur verið sagt hérna í síðustu 2 ræðum að eyða tímanum í það, en hvað varðar önnur ummæli sem að koma þetta fram og þá bara vil ég svona tala að fenginni reynslu hafandi starfað í félagslegu starfi í alllangan tíma að þá get ég sagt það að bara ef menn ætlast til þess að allir fundir verði sendið þráðbeint út, hvort sem það er í sjónvarpi eða á neti eða annars þar, að þá er þetta alveg klárt mál að þeir fundir verði ekkert formulega haldnir. Ekki allir fundir. Við getum bara eftir ímyndað okkur til þetta starf sem að er að ræða, það líkist í mörgu, bara þegar menn vinna að gerð kjarasamnings. Það setja menn fram kröfur og báða bóa, síðan hittast menn og fjalla kröfur beggja aðila. Og þar fleygt fram svona að því að menn eru ekki í beinni útsendingu, hugmyndum, hvernig og hvort sé hægt að leysa mál á einn veg frekar en annan. Það myndu menn ekki gera í beinni útsendingu, aldrei. Og það er alveg klárt mál og það sama gildir störf þingmanna þegar eru á alþingi. Það mætast, ég vil bara segja, notum þetta orðalag sem menn hafa notað gjarnan, hægri og vinstri menn, eða sem sagt sérhyggjumenn og svo aftur félagshyggju fólk, að þar mætast menn með ýtrustu kröfur og svo henda þeir sín á milli ákveðnum hugmyndum áður en þeir síðan geta sameinast það hvað þeir ætla að tala Þannig að það ætlast til þess að þetta starf geti farið fram í beinni útsendingu allt saman frá upphafi til enda, það bara útópía, það gengur ekkert upp. Það mun aldrei gerast. Menn munu finna eins og hefur komið fram hérna fyrir ræðum, þá munum menn bara einfallega finna leiði til að gera það einhvers staðar annars staðar. Hittast á kaffistofu einhvers staðar á kvöldi til þess að fara yfir það hvað menn treysta sér til þess að ganga langt til þess að ná saman. Nú, ég líka ekki alveg hygglust tekið undir hvert einast orð sem að Freyja sagði að það náttúrulega ákaflega leiðilegt fyrir fatlað fólk að hlusta á þingmenn og fleiri
nota sem sagt eða eru að leggja áherslu á sín orðum það hvað sem sagt einhver tillega sé vittlaus eða geggjuð eða hvað það kallað, að þá styðjar alltaf sitt mál með því að nota sem sagt andstæðinginn einhver orð sem að það sem er í raun og veru bara viðtekin orð í okkar orðræðum fólk sem að verður fyrir því óláni að vera örkumlað eða fatlað með einhverju hætti. Það er það engin eigin vilja, það er eitthvað sem veldur því og það er alveg klárt mál að viðkomandi einstaklingur, hann kaus það ekki, sko. Og það er náttúrulega nöturlegt að hlusta á orðræðu með þeim hætti að þetta sé einhver helvítis hommatittur, eitthvað svolítið sem að hann hljóta að vera hommi á því hann er þessar skoðunir eða þá fatlaður eða eitthvað þess áttar. Og það er fleiri þeim dúr. Og ég get alveg tekið undir það líka sem hefur komið fram hérna að það fyrir taugarnar á mig svolítið þetta orðalag hérna í grein 19 og það má segja þetta með öðrum orðum. Það sem er þarna er verið að reyna að segja sem var lýst hérna ágætlega í síðustu ræðu. Og má setja þetta upp með þeim hætti að þetta sé svona frekar í jákvæðum tón heldur en neikvæðum, að það sé svona og má orða það betur. Ég held að eins og ég segi, ef ég fer að fara ítarlega út í þessa löngu ræðu sem ég er búin að skrifa hérna, þá var ég endurtaka það sem margir er búin að segja og ég ætla að sleppa því. Takk fyrir mig.